sæl, Birgir Þór heit ég, þér að horfa á Vísir.is Motorsport. Þetta síðasti þátturinn í 25 þáttaröð sem hófst í maímánuði. Það verður þáttur 31. desember en aðalefni þáttarins er 7. og síðasta umferð SO Íslandsmótsins í rally sem framfór á laugardaginn við rætur Heklu. Fyrst ætlum við þó að rifja upp það helsta sem að gerðist í þeim 3 öðrum íþróttagreinum sem við fylgdust með í Vísir.is Motorsport þáttunum í sumar. Og hefjum leikinn í rallycrossi. Þar var slagur í 3 flokkum og í nýliðaflokki börðust lengi vel Gunnar Bjarnason á bíl númer 5 og Karl Jónsson. Og leikar í þessum flokki fóru þannig að lokum að Karl Jónsson á Honda Civic varð Íslandsmeistari. Hlaut 284 stig á móti 242 stigum hjá Gunnari Bjarnasyni. Það var algjör einstefna í 2000 rúmsentimetra flokknum. Þar sigraði Páll Pálsson á Toyota Yaris, hlaut 310 stig. Hafði mikla yfirburði í sumar. Hilmar Þráinsson varð í öðru sæti á Nissan Sunny GT, fékk 200 stig. Það munar 110 stigum á fyrsta og öðru sæti. Og talsverður slagur var miðbik sumarsins í ofurbílaflokki. Það sem að Piero Segata hafði skorað aðra keppendur að láta sjá sig í þessum flokki. Laut að lokum lægra haldi fyrir Birgi Guðbjörnssyni sem að ekur Dodge Stealth VAF6 Turbo. Hann laut 289 stig. En nokkur mismunandi mót fóru fram í KPMG-kartinu í sumar. Fer þar fyrst að nefna róttakskeppnina svo kallaða. Það sem að Guðmundur Sigurðsson sigraði örugglega. Það voru 3 umferðir í þeirri mótaröð. Nú sigurvegarinn fær farseðil á róttakskeppnina erlendis sem framfer í janúarmánuði í Suður-Afríku. Guðmundur Sigurðsson á bíl númer 4. Sigraði örugglega í róttaks mótaröðinni. Magnús Haukur Lárusson varði í öðru sæti, Jón Þór Sigurðsson í 3. og Svava Halldórsdóttir í 4. sæti. Nú, það var haldið minningarmót Brynjar heitinn Örn Hlíðberg sem að lést 18. ágúst á síðastliðnu ári á æfingu fyrir fyrirhugaða kartkeppni á Alexandersflugvelli í Skagafirði. Og þar var raðað niður í öfuga röð, þar að segja besti tími í tímatöku, setti menn aftast og það var Steinar Freyr sem að náði þarna sigri. Þórarinn Karlsson og Guðmundur Sigurðsson eru þarna með á verðlaunapalli. Og það var keppt í 1,5 klukkutíma sem síðasta mót ársins og þar sigraði eftirminnanlega Svava Halldórsdóttir. Fór 4 hringjum meira heldur en næsti maður og var alveg búinn að loknum þessum 1,5 klukkutíma sem að eki var stanslaust. Glæsilegur árangur hjá Svövu og þetta sannar það að þessi íþrótt er ekki eingöngu fyrir karlmenn, heldur fyrir íþróttamenn almennt. Það var slagur í Íslandsmótinu. Hérna eru þeir að berjast Magnús Haukur Lárusson á bíl númer 2 og Guðmundur Sigurðsson á bíl númer 4. Hörkuslagur hjá þeim tveimur sem og Steinari Frey Gíslasyni í Íslandsmótinu sem að eltir þá 2 þarna eins og skuggi. Má segja að úrslit hafi ráðist í næst síðustu umferðinni þegar að Steinar Freyr misti keðjun af og spennan fór úr mótaröðinni. Guðmundur Sigurðsson sigraði því bæði í róttaks og Íslandsmótinu og er vel að þeim sigri kominn. Hlaut 190 stig, Magnús Haukur Lárusson 165 og Steinar Freyr Gíslason 155 stig. Eva Arnett Sigurðardóttir var í 4. sæti, Gunnar Geir Halldórsson í því 5. En þá í torfæruna, þar var keppt í 2 flokkum, sérútbúnarflokki og götubílaflokki og það var keppt 2 titla, Íslandsmeistaratitil í báðum þessum flokkum, svo og heimsbikartitil. Það var hörkuslagur í torfærunni. Haraldur Pétursson hreppti Íslandsmeistaratitilinn, náði þeim titli í síðustu umferðinni sem framfór á Hellum. Hann háði harða baráttu tíma við Björn Inga og Gísla Gunnar Jónsson
reyndar var lakur árangur hjá Birni Inga í fyrstu og annarri keppninni í sumar þess valdandi að hann blandaði sér ekki af mikilli hörku í toppbaráttuna undir lokin, en Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki, það er að segja í Íslandsmótinu, og mikill fögnuður braust út í hans liði. Harald Pétursson varð Íslandsmeistari yfir heildina. Gísli Gunnar Jónsson varð að sá eftir þeim titli. Og að sjálfsögðu brugðu menn á leik þegar að ein umferð var eftir í heimsbikarkeppninni. Og þar gat allt gerst. Gunnar Gunnarsson. Nú Haraldur Pétursson fékk rásnúmer 1 í fyrstu braut. Haraldur Pétursson gerði miklar breytingar á músabifreið sinni á þessu vori, meðal annars skipti hann allan búnaðinn að framan og það skilaði sig svo sannarlega í sumar. Bíllinn lætur betur að stjórn heldur en hjá nokkrum öðrum keppenda. Bíllinn er léttur með 6 strokka vél, Gísli Gunnar Jónsson er með 8 strokka vél. Og hér erum við stödd í fyrstu braut í síðustu umferð heimsbikarkeppninnar. Það var torfæra sem að styrkt var af lýsingu allt þetta sumar og Gísli Gunnar Jónsson varð af þessum titli strax í fyrstu braut þegar að hann mörgum á óvart komst ekki hér upp. Nú það var hörkuslagur í götubílaflokki í heimsbikarkeppninni líka og það má segja að úrslit hafi einnig ráðist þar í fyrstu braut í Stapafelli síðustu umferðar. Gunnar Gunnarsson var hér á heimavelli og komst ekki upp í fyrstu braut. Á meðan að Ragnar Róbertsson stóð sig mun betur og var komið afgerandi forystu að loknum 2 brautum. Og hampaði titlinum í lokin 3. árið í röð og hlaut í bikarinn til eignar. Haraldur Pétursson rauf sigurgöngu Gísla Gunnars Jónssonar undanfarin 5 ár. En þá í 7. og síðustu umferð SO Íslandsmótsins í rally sem framfór á laugardaginn við rætur Heklu. Úrslit voru ráðin hvað snerti Íslandsmeistaratitilinn. Baldur Jónsson Íslandsmeistari, Jón Rúnar Ragnarsson Íslandsmeistari aðstoðarökumanna, en hér var barist aðstoðarökumanns titil hjá nýliðum. Það er bara gaman núna, engin pressa leikur og gamli bara horfinn á braut og maður tekur bara nýja mann inn sko. Það er náttúrulega, þú sest ekki í betra sæti, það er ekki spurning. Maður bara reyna að standa sig því að það er náttúrulega, hann er góðu vanur, þannig að það er ekkert annað en að lesa í hann á fulla ferð bara. Ég fengi nú bara heldur betur að heyra á gamla ef ég reyni ekki að klára fyrsta sæti sko. Og Arnar náttúrulega var með mér í fyrra, þannig að ég kemur góðu búið þannig að síðan. Eru þið búin að kortleggja Baldur alveg hvernig hann mun keyra þetta? Já, ég hugsa tökum hann bara núna. Það gæti orðið. Ef einhver er eftir okkur þá verður það sérlega hann. Við ætlum að taka þetta grimmt frá fyrsta flaggi. Ég veit alveg á hvaða ferðir eru og við ætlum að vera þar við Björn, ætlum að vera eitthvað á undan þeim í lok dagsins. Hannes Jónsson og Halldór Jónsson, bræður, börðust Íslandsmeistaratitil aðstoðarökumanna í nýliðaflokki. Þetta lítur rosalega vel út. Vonandi skemmtilegt veður. Það var nú ekkert æðislegt þessa viku og var mikið rigning og annað. Nú er eiginlega hann farinn að aðstoða þig en ekki þú hann. Já, nákvæmlega. Ég vona bara að þetta heitir að ganga vel því að það er ekkert eins skemmtilegt eins og að vinna litla bróðir. Já, ég landa svolítið svona í æsku og hann er svolítið fúll yfir því. Hann er allavega hann ætlar að taka mig í dag. Ég var svo góður, ég gaf alltaf eftir. En ég ætla ekki að gera það núna. Stöður er mjög hraður en við stefnum á að taka á og við tökum á, það er engin spurning. Hann er komið með aðra höndin á þetta, við höfum ekkert að sleppa því. Gerum allt sem við getum. Verða slagsmál eftir keppni? Nei, það verður ekki, við ætlum bara að hafa gaman að þessu og það verður engin slagsmál. Nú er það rosalega óafinni sumar með bílinn. Því miður, bara smáatriði, einhvers staðar falinn á bakvið sem við höfum ekki yfirsést í milli keppna og búið að kosta okkur 3 keppni. En hann hékk saman í síðustu keppni og gerði það mjög vel og vondi í dag líka. En þá á fyrstu sérleið sem að lá Skógshraun, það skildi síðan haldið áfram upp með Heklu að austanverðum, snúið við og þessar 2 leiðir eknar tilbaka.
Baldur Jónsson tók þetta með stæl á fyrstu sérleið. Tími hans 8 mínútur og 40 sekúndur. Talsvert betri heldur en hjá Gunnari Viggósinni og Birni Ragnarsinni. Þeir voru á 9.02 og voru í öðru sæti, 22 sekúndum á eftir Baldri. Þeir eruðu síðan frá að hverfa á leið nr. 2 þegar að eldur var laus í bílnum þeirra. Það opnaði síðan annað sæti fyrir Sighvat Sigurðsson sem að þessu sinni ók með Andrési Gíslasinni á Cherokee. En þá var það slagurinn í nýliðaflokki. Hlöðver Baldursson og Hannes Jónsson. Hannes bróðir Halldórs í öðrum bíl og tími þeirra á fyrstu leið 9 mínútur og 44 sekúndur. Þeir voru sem sagt mínútu og 4 sekúndur lengur að aka leiðina heldur en Baldur Jónsson og Arnar Valsteinsson. Enda á mun aflminni bíl og aðeins með drif á einum öxli. Þetta er geysilega skemmtileg leið. Og þá koma þeir á bíl númer 8, Árni Jónsson og Halldór Jónsson. Og það stefndi í algjört einvígi á milli þessara tveggja áhafna. 9.44 var tíminn hjá Hlöðveri og Hannesi en 9.49 hjá Árna og Halldóri, munaði 5 sekúndum. Og þá eru það Sigurður Jónsson og Einar Sigurjónsson. Afleitur árangur á þessari leið hjá þeim miðað við það sem þeir hafa verið að gera í sumar. Tíminn aðeins 10 mínútur og 11 sekúndur. Fóru allt og hægt yfir á þessari leið og voru neðarlega eftir fyrstu leið. Þá er það Daniel Sigurðsson og Sunneva Ólafsdóttir á Honda Civic. Tími þeirra þokkalegur, 9.53 og feðginin Sigurður Óli Gunnarsson og Elsa Sigurðardóttir 9.56. Þau eru greinilega að auka hraðan jafnt og þétt. Þau bera það aðalsmerki að ljúka hverri einustu keppni sem að þau taka þátt í. Og hér á Subaru Impreza með drif á einum öxli, Guðmundur Guðmundsson og Eyjólfur Jóhannsson. Þeir eruðu frá að hverfa, voru 10 mínútur og 18 sekúndur þó að aka fyrstu leiðina. Og á bíl númer 22, Sigmundur Guðnason og Ingvar Hafbergsson. Þetta er Nissan Sunny 1600 í nýliðaflokki, tími þeirra 10.59 og á bíl númer 10, Ingólfur Kolbensson og Guðmundur McKinstry. Á sprungnu, tímin 11.23 og hér er nýliðaferð Áki Sigurðsson og Marian Sigurðsson á Toyota MR2 og loks á Trabantinn eru þeir Hólmar og Valdimar. Nú Kristinn Sveinsson og Jóhannes Óskarsson urðu frá að hverfa eftir að rafkerfið bilaði í bílnum hjá þeim og staðan að lokinni fyrstu leið af 4. Baldur og Arnar 8.40, Gunnar og Björn 9.02 en duttu út á næstu leið. Sighvatur og Andrés í 3. sæti og færðust síðan upp. En þá er ekið leið sem að liggur austan við Heklu. Erfið leið og mjög löng. Hún var ekin fram og tilbaka og síðan var ekið Skógshraunið sem síðustu sérleið. Baldur Jónsson og Arnar Valsteinsson náðu besta tímanum í bæði skiptin Heklubrautina. Hvernig gengur, Baldur? Þetta gengur ágætlega bara. Náttúrulega eskortinn dottinn út, þannig að við erum að spurning með að reyna að klára bara. Keyrðu þið þetta bara rólega? Já, full rólega. Maður misti einbeitingu og fór út af hérna leiðin tilbaka. Sighvatur Sigurðsson og Andrés Gíslason á Jeep Cherokee. 4.000 rúmsentimetra vel drif á öllum hjólum. Sighvatur þekktur fyrir að fara hratt yfir á þessum stóra bíl. Tími hans á þessari leið 23.34 í fyrri ferðinni á móti 21.19 hjá Baldri. Hvernig gengur þetta? Bara vel, mjög vel. Eru það að keyra þetta svolítið hratt? Nei, bara stíft. Það er ekki talað grillaða sníkla og franska matagerð núna? Ekki núna, við léttum bílinn með honum. En var þetta erfitt hérna niðri? Já, þetta krefst mikið þessi leið, bæði upp yfir og niðri. Mjög ströng leið. En þið eru komin í annað sæti eftir að Gunnar datt út? Já, við hefum bara eftir að ná fyrsta. En þá er það slagurinn Íslandsmeistaratitil aðstoðar ökumanna hjá nýliðum. Hér eru þeir Hlöðver Baldursson og Hannes Jónsson og þeir lentu í vandræðum á leiðinni tilbaka Heklubrautina en þeir voru komnir með mjög gott forskot á bróðir Hannesar
eftir leiðina upp yfir þegar að þeir töpuðu 18 mínútum. Þannig að staðan var góð. Í baráttunum titilinn gengur þetta þokkalega vel. Ég veit að strákarnir töpuðu miklum tíma á leiðinni yfir. Við töpuðum miklum tíma á leiðin tilbaka. Það er betra að hafa rúðuþurrkur ef við keyrum í grenndi rigningu. Ég reyndi að opnaði rúðuna og reyndi að vera með hálfan hausinn úti til að reyna að sjá eitthvað, til að reyna að segja honum eitthvað til. Ég vona að við tekist eitthvað, en við komust. Þannig að þetta er slagur núna síðustu leiðin. Daniel Sigurðsson og Sunneva Ólafsdóttir hafa verið að skila sér vel áfram seinni hluta þessa sumars. Hvernig gengur Danni? Ég sprengdi á leiðinu upp eftir áðan og þetta keyrir einhverja 20 km sprungna, þannig að ég tapaði mínútu á strákana þar. Og þannig að núna er Hlölli hérna fyrir aftan mig og þannig að ég held að Siggi Gunnar sé bara dóninn frá Höfn sem er sigurinn vísan. Þá var það Árni Jónsson og Halldór Jónsson. Þeir töpuð heilum 18 mínútum eftir útaakstur á þessari leið á leiðinni upp yfir. Svo eru þeir aftur að tapa hér á leiðinni niður yfir. Mistu af einni beygju og sjáu þetta með drif á einum öxli að þá er þetta þungur jarðvegur vikurinn rétt austan við Heklu. Tryggja aðstoða ökumanninum titil? Nei, við erum búin að tapa því. Við fórum svo hressilega út af hérna á leiðinu upp yfir. Við vorum orðin svo rosalega góðir þar til við komum stæði, við erum það ekki. Og sátum á kviðnum og töpum 18 mínútum á þeim, þannig að hlöðu þarf að detta út ef við ætlum að vinna hann, sko. Nú bestur af nýliðunum í þessari keppni, Sigurður Jónsson og Einar Sigurjónsson á Toyota Corolla 1600. Þeir blönduðu sér í baráttuna tíma í sumar og gerðu það aftur núna. Hvernig er þetta? Þetta er alveg frábær leið, ofsalega hratt, mikill hraði og svo svona hægir kaflarinn á milli, lítið af vatni, nema rigningin. Ertu að keyra vel í dag? Þetta er að ganga upp núna allavega ennþá, sjáum til, þetta er ekki búið fyrir en það er búið. Sigurður Óli og dóttir hans Elsa, þau voru aka hraðar heldur en nokkuð tíman áður þegar aðalsmerkið er að ljúka alltaf keppnum. Jæja, klára! Já. Hvernig gengur? Betur en við ætluðum. Við förum aðeins hraðar. Og þú ert alltaf jafn hissa? Já, ég er alltaf dálítið hissa. En hrædd? Þetta er bara mjög gaman og langar og erfiðar leiðir og þetta er svona flott. Og það var síðasta sérleiðin í þessu síðasta rally ársins. Baldur Jónsson og Arnar Valdinsson náðu þar bestan tíma 9:39. Tóku þetta bara af öryggi. Í öðru sæti í rallinu urðu Sighvatur Sigurðsson og Andrés Gíslason á Jeep Cherokee. Þeir voru 9:44 að aka síðustu sérleið. Greinlegt að Baldur og Arnar slóu verulega af. Nú Hlöðver Baldursson og Hannes Jónsson urðu að láta sér nægja 7. sæti í þessari keppni. Sigurvegari í nýliðaflokki og í 3. sæti yfir heildina, Sigurður Jónsson og Einar Sigurjónsson. Daniel Sigurðsson og Sunneva Ólafsdóttir í 4. sæti. Og Sigurður Óli Gunnarsson og Elsa Sigurðardóttir í 5. sæti. Frábær árangur hjá þeim. Og á bíl nr. 8 eru Árni Jónsson og Halldór Jónsson. Þeir höfnuðu í 10. sæti í þessari keppni. Sigmundur Guðnason og Ingvar Hafbergsson í 7. sæti. Og á Suzuki Swift Ingólfur Kolbeinsson og Guðmundur McKinstry. Þeir höfnuðu í 9. sæti. Áki varð í 8. sæti og Hilmar og Valdimar komist í 11. sætið og eru rétt fyrir utan þessa töflu. Þetta var bara mjög gaman. Það var náttúrulega rólegt eftir Heklu fyrirferð og maður misti eiginlega einbeitinguna bara í dag og aðallega að reyna að koma sér í mark.
tókum þetta með trukki til að byrja með en svo náttúrulega kom upp þarna bílun hjá eskortinum þannig að við svona ósjálfrátt fórum að hægja bara á okkur en það var samt, við tókum þetta með þrýsting allan tíman. Skál! Koma þeir bræður? Svolítið svektur. Já, þetta er frekar svekkjandi. Fórum út á Heklunni fyrir ferð og töpum 80 mínútum og þá var allir reynda búið og ákveðum að hafa bara gaman að þessu en svo sprengdu við reyndar á skósinni seinni ferð og skiptum en þetta er rosalega svekkjandi en ég á sko bara náttúrulega bróð til hamingju og þetta var náttúrulega glæsileg hjá þeim og hann á átalið skilið. Þeir er búin að gera mjög vel í sumar Hlöður og Hannes. Titillinn í höfn í báðum sætum? Já, við náttúrulega keyrðum rólega eftir það vegna þess að við vissum að við vorum undan Autostrákonum. Það tókst það sem við ætluðum okkur að gera, það var að tryggja mér titillinn, þannig að ég er mjög sáttur. Auðvitað hefði maður viljað taka fyrsta sæti og við ætluðum að gera það en það gekk ekki og annars sæti held ég að sé mjög ánægð með það. Þetta er fyrsta sumar sem Árni keyrir sem ökumaður og annars sæti sem við lendum í núna er Íslandsmótinu yfir heildina er náttúrulega bara mjög gott í nýlaflokki sko. Einn koss fyrir myndavélina, já. Ég hætti ekki eftir þetta. Fínt að hætta bara með 2 titla. Svona ef allt gengur óskum þá held ég að þetta hafi verið síðasta rally sem ég keyri í bili allavega. Og þá að taka það með Rúnari þá næsta? Já, ég býst í því. En kemur ekki til með að sakna ökumannssætisins? Jú, en þegar stóri bróðir er 50 þá er ég bara 46 þannig að þá í nokkur ár get laumast aftur hérna yfir. Sigurður Jónsson og Einar Sigurjónsson, 3. sæti yfir heildina og sigur í nýliðaflokki. Við ekki að heyra hvernig þetta hljómar allt saman á bílamáli. Þú þarf bara að keyra. Það verður eitthvað svoleiðis. Tram. Nei, það má ekki. Við bara látum verkinn tala. Takk að þér. Takk fyrir. Starfsmenn Stöðvar 2 þakka samvinnuna með akstursíþróttamönnum í sumar. Ég minni á að 50 mínútna þáttur úrdráttur úr því besta sem að gerðist á þessu ári verður sýndur 31. desember að sjálfsögðu á Stöð 2.